Forsætisráðherra segir stjórnarandstöðuna ekki sætta sig við úrslit kosninga og freista þess að taka stjórn þingsins í eigin hendur. Uppnám varð á Alþingi í dag og þung orð féllu. Við munum ljúka þessu þingi. Þetta veiðigjaldamál mun enda í atkvæðagreiðslu með einum eða öðrum hætti og síðan þarf að rjúfa þing. Aðra nóttina í röð vöknuðu íbúar í höfuðborg Úkraínu við sprengjuregn Rússlandshers. Hernaðarsakfræðingur segir efnahagslífið í Rússlandi hafa snúið stríðinu Rússum í vil. Öryggi við brúara á Suðurlandi verður aukið eftir banaslys í sumar. Sveitarstjóri segir að landeigendur sitji uppi með mikla ábyrgð þegar staðir verði vinsælir hjá ferðamönnum. Árlegu nautahlaupi í spænsku borginni Pamplona er mótmælt af dýraverndunarsinnum. 7 leituðu á sjúkrahús eftir hlaupið í dag. Kjarnorkuknúinn kafbátur Bandaríkjahers lagðist í fyrsta sinn að landi í Hvalfirði í gær. Utanríkisráðherra segir aðildarþjóðir NATO sífellt meðvitaðir mikilvægi þess að tryggja varnir í Norður-Atlantshafi. Komið þið sæl. Við biðjum ykkur velvirðingar á að við erum enn seinna á ferðinni en venjulega þessa dagana vegna síðasta leiks kvennalandsliðs Íslands í fótbolta á Evrópumótinu í Sviss. En við byrjum hins vegar á pólitíkinni. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra gagnrýndi stjórnarandstöðuna harðlega við upphaf þingfundar í morgun. Hún sagði minnihlutann ekki viðurkenna niðurstöðu kosninga heldur freista þess að stýra þinginu þrátt fyrir að vera ekki með meirihluta á Alþingi. Illa hefur gengið að ná samkomulagi um framhald þingstarfa og umræður veiðigjaldið eru þær lengstu í sögu sameinaðs þings. Það er komin upp ný staða í íslenskum stjórnmálum sem er fordæmalaus í sögu lýðveldisins. Minnihlutinn á Alþingi viðurkennir ekki umboð meirihlutans til að fylgja sinni stefnu og stendur í vegi fyrir lýðræðislegri afgreiðslu mála hér á Alþingi. Framferði minnihlutans á sér engin fordæmi og stjórnarandstaðan hefur gengið lengra í málþófi en hefur nokkuð tíma verið gert á Alþingi Íslendinga. Forseti. Það er skylda mín sem forsætisráðherra að standa vörð lýðræðið í landinu. Ég lýsi því yfir fyrir hönd ríkisstjórnarinnar og meirihlutans á Alþingi. Við munum verja lýðveldið Ísland. Við munum verja stjórnskipan landsins og heiður Alþingis. Magnús Geir Eyjólfsson fréttamaður er á Alþingi og það liggur beinast við að spyrja þig, formenn flokka og þingflokka hafa fundað stíft núna síðdegis, en hver er staðan núna á þingi, Magnús Geir? Já, fundi formannanna, hún leik svona á 8. tímanum. Þetta samtal það er ekki búið og það á eftir að klára það, en forystumenn minnihlutans, þeir segjast hafa lagt fram tillögu og telja sig þar með hafa sent boltan yfir til ríkisstjórnarinnar. Þetta er svo að segja úrslitað tilraun til að ná samkomulagi, en samkvæmt okkar heimildum byggir þessi tillaga minnihlutans á þeim kerfisbreytingum sem eru lagðar til í frumvarpi atvinnuvegaráðherra, en með annarri útfærslu. Til að mynda ólíkt því frumvarpi sem minnihlutinn á að hafa afhent ríkisstjórninni í lokuðu umslagi eins og var rætt í dag. Við höfum það plagg undir höndum og sú tillaga gerði einungis ráð fyrir lítilsháttar breytingum innan núverandi kerfis, litlar prósentuhækkanir milli ára fram til ársins 2029. En minnihlutinn væntir þess að ríkisstjórnin svari þessi tilboð á morgun og þá heldur samtalið væntanlega eitthvað áfram. En þetta er búið að vera langur dagur eða sólarhringur öllu heldur hérna í þinghúsinu. Dagurinn hófst með frekar óvenjulegu ávarpi forsætisráðherra í morgun. Og eftir það gengu þung orð á víxl og ásakanir trúnaðarbrest nánast á öllum vígstöðum. Til að mynda munu forystumenn ríkisstjórnarinnar vera mjög ásáttir við það hversu fljótt upplýsingar rata af fundum milli formanna og þingflokksformanna í Borgartúnið til samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi. En öll þessi reiðibylgja, hún hófst í rauninni í gærkvöldi, svona laust fyrir miðnætti, þegar Hildur Sverrisdóttir, 5. varaforseti þingsins, sleit þingfundi að því sagt í óþökk forseta þingsins. Þetta vakti vægast sagt litla hrifningu meðal þingmanna meirihlutans. Öðru dagskrármálinu er nú frestað.
Fleira liggur ekki fyrir á þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi slitið. Nú vantar skýringar á því hvers vegna þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins sleit hér þingfundi án umboðs. Var það gert í samráði við þingflokksformenn Miðflokksins og þingflokksformann Framsóknarflokksins? Voru völdin hér tekin af þingforseta í þeirra umboði? Háttvirtur þingmaður Hildur Sverrisdóttir þegar hún sat í forsetastóli í gær hafði ekki fengið neinar upplýsingar það að það yrði næturfundur. Þannig að hún stýrði fundi eins og hún best gat gert í samræmi við þingsköp og þær leiðbeiningar sem eru til fyrir forseta. Ég mjög dapur yfir þeirri vegferð að við skulum vera stödd hér 10. júlí og skildum ekki hafa notað síðustu daga og vikur til þess að ná fram samtali til þess að geta lokið þinginu með sóma, klárað hluti eins og fjármálaáætlun og geta haldið áfram með lífið. Já, þrátt fyrir öll lætin, það var nú málið leitt fljótlega í jörð. Forsætisnefnd þingsins hittist klukkan 3 og fór yfir málið og niðurstaðan að því var sú að þingforseti, Þórunn Sveinbjarnardóttir, hún tók þær skýringar, Hildar, að hún hafi slitið fundinum í góðri trú, góðar og gildar og það verða ekki frekari eftirmálar af þessari uppákomu. En Magnús Geir, getur þú sagt okkur nú klukkan rétt að verða 9:30. Hver er staðan núna? Hvað gerist í kvöld og á morgun? Já, þingmenn fóru óvenju snemma heim í kvöld. Þingforseti sýndi þeim miskunn og hleypti þeim út rétt fyrir klukkan 9. Það búið að boða til annars þingfundar klukkan 10 í fyrramálið og svona miðað við atburði dagsins og síðustu daga þá hreint út sagt ómögulegt að segja til hver atburðarásin verður. Nú, en þú stöndum nú vaktina á Alþingi og fylgist með pólitíkinni. Magnús Geir Eyjólfsson, takk fyrir þetta í bili. Nú, Guðmundur Hálfdanarson, prófessor í sagnfræði, velkomin hingað til okkar. Hvaða augum lítur þú þessa atburðarás? Þetta búið að vera svolítið skrítið. Stjórnarandstaðan hefur auðvitað rétt til þess að kalla eftir umræðum og það greinilega mjög skipt á skoðanum þetta frumvarp. En það alveg ljóst að þetta getur ekki endalaust svona. Það þarf að komast að niðurstöðu í þessu máli og það önnur mál sem bíða sem komast ekki að. Þannig að einhverja niðurstöðu verður að koma í málið og þarna verið stálinn mætast. Já, en nú sagði forsætisráðherra þarna fyrir dag, hún sagði sem svo að minnihlutinn get ekki sætt sig við það að hann sé, og hann sætti sig ekki við úrslit kosningana. Er það tilfellið? Já, þingræði virkar þannig að meirihluti þingsins ræður og getur samþykkt þau frumvarp sem að meirihluti fyrir. Já. Það greinilega meirihluti fyrir þessu frumvarpi. Frumvarpið virðist hafa alveg sæmilegan stuðning með fólks í landinu. Það ekki sátt meðal hagsmunaaðila og greinilega ekki sátt út á landi við það með þetta frumvarp. En svona virkar lýðræði, það aldrei alltaf allir sáttir og það verður bara að höggva þennan út, hvernig sem það gerist. Ég ætla að biðja að hinkra aðeins Guðmundur vegna þess að við ætlum að spila núna smá brot úr viðtali sem að Magnús Geir tók fyrir í dag við Kristrúnu Frostadóttur, forsætisráðherra. Við berum auðvitað skyldu að því að verja hér lýðræði í landinu. Við berum líka skyldu að því að hafa stjórn á aðstæðum og það munum við gera. Við höfum fullyrt. Við sitjum hér með ríkisstjórn í skjóli meirihluta þings. Það voru hér lýðræðislegar kosningar fyrir áramót. Við þurfum að geta sagt við þjóðina að það eru forsendur hér fyrir valdaskipti í landinu. Þannig að við höfum fullyrt og ég fullyrði enn og aftur, við munum ljúka þessu þingi, þetta veiðigjaldamál mun enda í atkvæðagreiðslu með einum eða öðrum hætti og síðan þarf að rjúfa þing. Forsætisráðherra segir þarna að málið muni fari í atkvæðagreiðslu. Ég má túlka orð hennar sem svo að ríkisstjórnin ætla að breyta þessari margumtöluðu 71. grein þingskapalaga. Já, ef það komast ekki inn í niðurstöðu annan hátt þá hljótur þetta að vera að gera það. Þetta er 157. þingið og það getur ekki verið leið á 157. þingið, þannig að þessu verður að ljúka fyrir haustið. Þannig að ef þeir næst ekki samkomulag, já. Það virðist hvað finnst þér líklegt? Já, sko, það var nú greinilegt eitthvað svona virðist, stjórnarandstaðan vilja ganga til móts við stjórnina. Það verður bara komið ljós hvort að það dugar eða hvort að þetta er bara þannig að það verður bara höggvað þennan út og þá er þetta ákvæði í þingskapalögum og það verður að beita því ef það næst ekki samkomulag. Og bara rétt í lokin, finnst þér líklegt að ríkisstjórnin muni beita því? Já, sko, það lítur auðvitað ekkert voðalega vel út, þannig að þeir vilja auðvitað komast að samkomulagi, en ef það samkomulag næst ekki, þá lítur það ekki heldur vel út að halda þessu áfram. Guðmundur Hálfdanarson, takk kærlega fyrir að koma hingað til okkar. Takk.
Og við förum til útlanda. Aukin harka hefur færst í hernað Rússa í Úkraínu. Hernaðarsagnfræðingur segir framleiðslugetu Rússa á vopnum til loftárasa hafa aukist mikið og þeir geta haldið stríðinu áfram vegna stuðnings Kínverja. Svona var umhorfs í Kív, höfuðborg Úkraínu eftir nóttina. Sprengjuárásir Rússa hafa stigmagnast síðustu daga og í nótt endust þær í 10 klukkutíma. Rússar gerðu árásir með það bil 400 drónum og 18 flugskeytum. Nóttina áður settu þeir nýtt met þegar þeir notuðu rúmlega 700 dróna. 2 voru drepnir í nótt og 19 hið minnsta særðust. Í júní voru 232 drepnir og yfir 1300 særðust. Samkvæmt Sameinuðu þjóðunum hafa ekki fleiri almennir borgarar fallið í Úkraínu í 1 mánuði síðan stríðið hófst fyrir 3 árum. Zelenski Úkraínuforseti á ráðstefnu endurreisn Úkraínu í Róm á Ítalíu. Hann fór hörðum orðum Rússa. Ukrainians now face attacks by hundreds of these drones every single night. And this is pure terrorism. Hernaðarsagnfræðingur segir aukna hörku Rússa sýna að þeir séu enn að reyna að vinna stríði á vígvellinum þrátt fyrir að hafa ekki náð markmiðum sínum þar. Loftárásum á borgaraleg skotmörk í Úkraínu hefur fjölgað mikið en það skýrist af tvennu. Pútín vill veikja baráttuþrek úkraínsku þjóðarinnar sem hefur ekki tekist og honum það kleift vegna þess að framleiðslu getan á þessum vopnum hefur aukist mjög í Rússlandi. Allt efnahagslífið komið snúið stríðinu í vil og svo nýtur hann stuðnings Kínverja og getur haldið stríðinu áfram og þessum árásum þess vegna. Líklegt að framsókn Rússa og loftárásir á úkraínskar borgir haldi áfram næstu vikur. Pútín sé enn með sín ítrustu markmið í stríðinu og því sé samningaleiðin ekki vænleg eins og er. Á sama tíma reyna Vesturlönd að stilla til friðar og á fundinum í Róm í dag kom ýmislegt jákvætt í ljós. Meðal annars að tillögur og hugmyndir friðargæslulið og skipulag þess, það sé klárt þegar vopnlega kemst á, þá getur evrópskt friðargæslulið farið inn í Úkraínu, en leiðtogar Bretlands og Frakklands, Starmer og Macron, þeir segja að það þurfi enn að auka þrýsting á Rússa til að knýja á það samningaborðinu. Óvíst hvort rekja megi nóróveirusýkingu á Laugarvatni til saurgerlamengunar í vatninu. Tugir veiktust eftir þríþraut í vatninu helgina og 2 gestum baðarlónsins Fontana varð mistækurt. Það fagurt og friðsælt að litast hér á Laugarvatni og freistandi að skella sér úti. En hvort það nóróveirusýking í vatninu, það fáum við ekki að vita fyrr en eftir nokkra daga þegar sýni koma aftur af rannsóknastofu í útlöndum. Þríþraut á Laugarvatni helgina hefur dregið dilk á eftir sér. Keppendur syntu í Laugarvatni, hjóluðu og hlupu en borðuðu líka saman og gerðu sér glaðan dag. Degi síðar kvöldið og nóttina fóru margir að finna fyrir einkennum nóróveirusýkingar, uppköstum og niðurgangi. Í tilkynningu frá sóttvarnalækni segir að á 4. tug hafi lýst einkennum á samfélagsmiðlum en 22 hafi tilkynnt þau til embættisins. Nóróveira greindist í öllum 5 sýnum sem bárust embættinu. Sóttvarnalækni segir að ekki sé hægt að slá neinu föstu uppruna smitana. Heilbrigðiseftirlit Suðurlands tók sýni úr Laugarvatni á þriðjudag en senda þarf sýnin til útlanda til að hægt sé að greina hvort það sé mengað af saurgerlum. Fréttastofa hefur rætt við fólk sem veiktist eftir að hafa synt í Laugarvatni helgina en tengdist þríþrautinni ekki. En sóttvarnalæknir kveðst ekki hafa fengið tilkynning slíkt. Laugarvatn vinsæll baðstaður og gestir baðlónsins Fontana bregða sér gjarnan í vatnið. En ekki þessa dagana. Við fengum 2 tilkynningar daginn eftir að veikindi hjá gestum hjá okkur og við leigðum og við urðum þess áskynni að eitthvað hefði gerst og væri tengt við Laugarvatn þá lokuðum við bara aðgengi að vatninu á meðan verið að rannsaka hvað þetta var. Það alltaf leiðilegt til að svona kemur upp og þetta hugur okkur bara hjá öllu þessu fólki sem hefur veikst. 7 þurftu að leita á sjúkrahús í borginni Pamplona á Spáni í dag eftir að hafa tekið þátt í svokölluðu nautahlaupi. Hlaupið hluti af vinsælli hátíð og haldið hvern morgun í rúma viku. Hátíðin kallast San Fermín og kennd við dýrlingin Fermín. Fyrir hvert hlaup biðja þáttakendur fyrir vernd. Hlaupið liggur þröngar götur borgarinnar rúma 800 metra leið.
Yfir 2000 manns hlaupa sjálfviljugir undan nautahjörð. Fjöldi bráðaliða til taks enda slasast yfirleitt 200 til 300 manns í hlaupunum ár hvert. 15 manns hafa látið lífið í þeim síðustu öld. Þúsundir fylgjast með atganginum á staðnum og enn fleiri í sjónvarpi. Yfir 1 milljón ferðamenn heimsækja borgina ár hvert vegna hátíðarinnar. Nautahlaupið á sér aldalanga sögu og upphaf þess rakið til þess að bændur hafi farið þessa leið með naut sín í nautahring eða til slátrunar allt frá 13. öld. Einhver var fenginn til að hlaupa á undan nautunum til að ginna þau til ferðarinnar. Síðar varð hlaupið að skemmtiviðburði. Það mjög umdeilt því nautin enda för sína í nautahring þar sem þeim slátrað. Dýravinir mótmæla á hátíðinni í ár. Hoy queremos visibilizar el rechazo social que hay hacia una actividad violenta y anacrónica como son las corridas de toros y los encierros en San Fermín. Y lo que vamos a escenificar es la Virgen María, la Pietà, sosteniendo a Jesucristo rodeada de las almas, ¿no? Digamos, de las víctimas que dejan cada año las corridas de toros. Sett hafi verið upp skilti og til stendur að varða gönguleiði brúar á þar sem nokkur slys hafa orðið á fólki. Sveitarstjóri segir þetta bráðabirgðaaðgerðir meira þurfi til. Erlendur ferðamaður lést við fall í ána fyrir rúmum mánuði. Þetta var ekki fyrsta dauðsfalli þar. Annar erlendur ferðamaður lést við fall í ána í fyrrahaust og það sama gerist fyrir 3 árum þegar kanadísku ferðamaður drukknaði þar eftir að hafa bjargað syni sínum sem féll í ána. Sveitarstjóri segir framkvæmdir hafnar til að auka öryggi. Landeigandi ákvað að fara bara strax í að auka öryggi á svæðinu og það búið að setja upp meira af skiltum og merkingum til að vara við hættum. Svæðið stórt og talsvert þarf af merkingum. Það ekki þannig að þessi slys hafi öll orðið á sama stað, heldur hafa þau orðið í raun við alla fossana í Brúará og á milli fossa líka. Þannig að það svona verið að huga að því að beina fólki frá því að fara á hættulegustu staðina. Er þetta fullnægjandi að þínu mati sem sveitarstjóra? Þetta allavega að hugsa sem bráðaaðgerðir og síðan þarf í framhaldinu, sem stærra verkefni, tekur meiri tíma undirbúningi, að huga að því að gera meira af stígum, færa jafnvel einhverja stíga og mögulega gera einhverja palla þar sem að fólk getur verið örugt að taka myndir. Hvenær á þetta að gerast? Þetta eitthvað sem að þarf svona hönnun og undirbúning og skipulagsvinnu en allir það verður ekki bara byrjað á því í vetur. Hver ber ábyrgð og hver greiðir þetta? Þetta auðvitað einn af þessum stöðum í íslenskri náttúru sem verður bara svona sjálfsprottin ferðamannastöður og það svolítið landeigendur sem sitja auðvitað uppi með það. Bandaríski kafbáturinn Newport News kom að landi við Grundartanga í Hvalfirði í gær. Íslensk og bandarísk stjórnvöld segir þetta viðbragð við aukinni ógn í Norður-Atlantshafinu eftir innrás Rússlands í Úkraínu. Árið 2023 samþykkti Alþingi að leyfa kjarnorkuknúnum kafbátum að taka vistir við Íslandsstrendur. Svona kafbátar hafa haft viðkomu við Ísland áður en þetta í fyrsta sinn sem þeir lenda í höfn. Fjöldamargar stofnanir hafa komið að undirbúningnum sem hefur tekið langan tíma. It's something we've been working on for the last several years along with our Icelandic partners. I think it sends a strategic signal to our adversaries that our presence here supports NATO and supports Icelandic security here in the Arctic waters. Starfandi sendiherra Bandaríkjanna segir heiminn hafa breyst í kjölfar þess að Rússland réðist inn í Úkraínu. We are adjusting as well, providing additional deterrence and defense, including here around Iceland. Aðmýrallinn segir hafnarheimsóknir kjarnorkukafbáta veita þeim aukinn sveigjanleika í starfsemi sinni í Atlantshafinu. As we provide protection around this area known as the GI-UK gap, Greenland, Iceland, United Kingdom, which is traditionally the gateway for blocking Russian submarines from coming out of the high north. Skipstjóri kafbátsins segir menn sína þakkláta fyrir tækifærið til að sjá náttúrufegurð landsins. Life on a submarine is a very interesting, environment. Like you spend lots of time under the water, not seeing the sunlight, but surrounded with about 140 of your closest friends. So it's everything you can kind of imagine. Utanríkis- og varnarmálaráðherra segir aukna ógn í heimsmálunum og að fleiri þjóðir séu nú meðvitaðar nauðsyn þess að tryggja varnir og öryggi í Norður-Atlantshafi.
Allir þeir fundir sem ég hef verið að sækja sem utanríkis- og varnarmálaráðherra á vegum NATO að fókusin alltaf meira og meira að fara á norðurslóðir. Eru ekkert að gera eitthvað smá skotmarki með því bjóða fólki upp á land? Nei, alls ekki. Það er miklu frekar að sýna að við erum ábyrg í því sem við erum að gera. Bandaríkjamenn leikir lykilhlutverk og heimsóknin undirstriki sambandið við Bandaríkin á sviði varnar og öryggismála. Og styrkja okkar innviði sem gistiríki af því það að mörgu að hyggja og þá þurfum við Íslendingar að vera klár í bátana. Bæjarhátíðin Kótilettan hófst á Selfossi í kvöld með stórtónleikum þar sem meðal annars hljómsveitin Tónmóbíl, bræðurnir í Væp og tónlistarmaðurinn Birnir héldu uppi stuðinu. Þetta í 15. sinn sem hátíðin haldin og hefur hún fest í sessi sem stærsta grillveisla landsins. Hátíðin hámarki helgina þegar grillmeistarinn verður krýndur og keppt verður grillpilsu ársins. Kvennalandsliðið í fótbolta þurfti að sætta sig við 4-3 tap gegn Norðmönnum á Evrópumótinu í kvöld. Liðið lýkur því keppni án stiga. Einar Örn Jónsson, fréttamaður í Tún í Sviss þar sem leikur kvöldsins fór fram. Árangurinn á þessu móti hefur verið langt undir væntingum. Einar Örn, ekki satt? Jú, ég held að sé óhætt að segja það. Liðið hafði talað það fyrir mótið að þeirra markmið væri klárlega að komast áfram úr þessum riðli og fara í 8 liða úrslitin. Af þessum 4 liðum í riðlinum var Ísland með besta stöðu á FIFA-listanum sem hefur kannski ekkert alveg fullkomið forsporgildi en segir kannski samt eitthvað styrk og stöðu liðana fyrir þetta mót. Í þessum 3 leikjum náði íslenska liðið hins vegar aldrei að sýna sitt rétta andlit. Lendi náttúrulega ákveðnu mótlæti í fyrsta leiknum að missa Glódísi Perlu Viggósdóttur fyrirliða veika velli og svo fékk Hildur Antonsdóttir rautt spjald. Svo kom tap fyrir Sviss 2-0 og þá var draumurinn bara úti áður en í rauninni það kom að þessum leik hér í dag sem að þannig séð skipti engu máli. Noregur var komin áfram með sigur í riðlinum, Ísland var úr leik og það var bara stoltið undir og þetta endaði með 4-3 sigri norska liðsins. Glódís Perla Viggósdóttir sagði síðan í viðtali eftir leikina að það væri býsna margt sem væri að hjá liðinu áðins kannski endilega að fara nánar út í það í einhverjum smá atriðum en hún viðurkenndi að það hefði verið talsvert að hjá liðinu eiginlega undanfarið ár og Ísland hefur ekki unnið keppnisleik síðan í júlí í fyrra. Þannig að það þarf ákveðna nafnlaskoðun og nú þarf KSÍ að setjast niður með landsliðsþjálfaranum Þorsteini Halldórssyni og fara aðeins yfir málin og hver er besta leiðin fram á við. Þorsteinn með samninga áfram yfir undankeppni næsta heimsmeistaramót en hefur sagt að hann muni setjast niður með forráðamönnum KSÍ og fara í gegnum hvert framhaldið er. Það eru næstu leikir hjá liðinu í októberlok sem umspil sæti í A-deild þessar undankeppni HM og mikilvægir leikir. Þannig að það er allavega verk að vinna í Laugardalnum næstu misserin. Takk fyrir þetta Einar Örn og það er alveg öruggt að það verður sest yfir þessi mál og allir leikir liðsins krefjaðir. En við biðjum að heilsa og takk fyrir þetta Einar Örn Jónsson. En við lítum til veðurs. Það lagði hvarf sem stýri veðrinu hjá okkur þessa dagana og morgun er útlit fyrir suðaustanátt með skúrum sunnan og vestanlands en bjartviðri norðaustan til. Seinnipartinn nálgast smá lægð austanvert landi og það fer að rigna annað kvöld þar. Hiti verður á bilinu 10 til 20 stig á morgun og það eru hlýjast á norðausturlandi. En þá ætlum við að rifja upp helstu atriði fréttatímans. Forsætisráðherra segir stjórnarandstöðuna ekki sætta sig við úrslit kosninga og freista þess að taka stjórn þingsins í eigin hendur. Uppnám varð á Alþingi í dag og þung orð féllu. Við munum ljúka þessu þingi. Þetta veiðigjaldamál mun enda í atkvæðagreiðslu með einum eða öðrum hætti og síðan þarf að rjúfa þing. Aðra nóttina í röð vöknuðu íbúar í höfuðborg Úkraínu við sprengjuregn Rússlandshers. Hernaðarsagnfræðingur segir efnahagslífið í Rússlandi hafa snúið stríðinu Rússum í vil. Öryggi við brúará á Suðurlandi verður aukið eftir banaslys í sumar. Sveitarstjóri segir að landeigendur sitji uppi með mikla ábyrgð þegar staðir verði vinsælir hjá ferðamönnum. Árlegu nautahlaupi í spænsku borginni Pamplona er mótmælt af dýraverndunarsinnum. 7 leituðu á sjúkrahús eftir hlaupið í dag. Kjarnorkuknúinn kafbátur Bandaríkjahers lagðist í fyrsta sinn á landi í Hvalfirði í gær. Utanríkisráðherra segir aðildarþjóðir NATO sífellt meðvitaðir mikilvægi þess að tryggja varnir í Norður-Atlantshafi. Þessum fréttatíma, síðbúna fréttatíma er að ljúka og þá komið að íþróttum og veðri. Næsti fréttatíma er í útvarpinu bara núna klukkan 10 og svo má alltaf finna nýjustu fréttir inn á ruv.is. En við á fréttastofunni við ætlum að þakka ykkur samfylgdina þessum af þessum degi. Verið sæl.